Já, góðan daginn, sunnudagur í dag og við erum að fara að spila smá Fortnite næstu 6 klukkutímana. Gunnar heiti ég og með mér engin annar en... Já, Brimar mætur aftur í stúdíóið. Jú, Sælir. blessaður. Gott að vera mættur aftur hérna fyrir eitthvað Fortnite dæmi. Ég er nú vanið að vera í Rocket League á sunnudum. Jú, ok. Já,
við höfum það eins öðru sér þennan sundag. Já, þetta líka nýtt fyrir mér. Ég nú vanalega á miðvikudögum í Fortniteinu en ég var í gær og í dag og við erum einmitt að spila á RIG leikum ungmennamóti í Fortnite. Bæði í 8-10 ára og 11-16 ára. En það eru allir að keppa saman en síðan tekið bara stig hver á yngra og eldra ári í raun og veru. Þannig að það verður að keppa allir saman en stigin eru skipt. Meikar þetta sens eða? Já, ég myndi þá halda að, þú veist, sá sem efstur af 10 fær þá í rauninni fyrsta sæti fyrir þá eða einhvern veginn svoleiðis. Þú veist, þó að hann sé í 10. sæti að ef hann efstur í sínum aldursflokk að þá fær hann stigin eins og hann hafi verið efstur. Já. En síðan náttúrulega bara skemmtilegt að blanda þessu aðeins saman og sjá hvernig þetta mismunandi. Hvort það unga fólki sé að spila eitthvað allt öðru sér heldur en aðeins eldra yngra fólki. Nei, þú skilur þetta greinilega, þannig að ég kom þessu rétt frá mér, en líka bara þægilegra þegar þú ert að spila Fortnite því að það nú pláss fyrir 100 manns, þannig að skemmtilegra fyrir ykkur að hafa stærri hóp og spila bara einn leik í staðinn fyrir að skipta í 2 litla, myndi ég segja allan, og það lúkkaði mjög vel í gær, þannig að bara þið sem voru að stilla inn bara, þetta verður geðveikt. Já, það verður frábært að sjá aðeins öðru sig og sérlega svona stóran hóp sem við erum að fá hérna í Arena. Það er ekki marga tölvur það sem er ekki einhver við. Nei. Það er eiginlega bara fullt hús í dag. Þetta er rosalegt, sko. Og nóg að einhverju auka fólki líka fylgjast með sínu börnum eða systkinum eða hvernig sem það er. Þannig að þetta verður bara langur og góður dagur, held ég. Já, við þyrftum eiginlega bara að vera með myndavél til að sýna hvað eru margir hérna. Síðan líka risa skjár hérna sem að við erum basically á núna. Þannig að fólki í salnum er að horfa og hlusta. Þannig að jafnvel eða þú ert hérna bara nálægt að rýna og finnst gaman að horfa, þá myndi ég bara kíkja. Það er náttúrulega Bytes og eitthvað, þetta var svo að borða. Já, algjörlega. Við erum allavega á skjánum hérna fram í sófasettinu, ég veit ekki hvernig þetta er inn á Bytes, það vissulega verður Arsenal mannjuleikur hérna einhvern í dag sem að tekur yfir það svæði. Ertu viss? Nei. Já, þetta er heimavöllur Arsenal klúbsins. Já, það? Já, þannig að Arsenal menn missa ekki af leik hér, kemur ekkert fyrir það. Hljótum að ná að fá kannski eitt svona lítinn skjá þarna í horninu eða eitthvað. Já, við erum í undir skjánum. Já. Það er kannski hægt að ná að plata það í það, sko. Nei, við fáum alltaf sófasetti hérna frammi, þannig að þau sem eru hérna frammi geta hort þar allavega. Já, það er rétt. Og vissulega Bytes hefur, þetta er bara pínu tvískipt hjá okkur. Bytes er Bytes og Arena er Arena. Jú, það er svoleiðis. En nóg þennan stað og hvað allir eru. Voru einhver nöfn sem svona poppaði í gær, einhver, fyrst þetta eru nú Reykjavík International Games, einhver útlendingur mættur til að vinna þetta eða? Ég reyndar tók ekki eftir einhverjum útlenskum nöfnum endilega, sko, en það voru nokkur nöfnanna sem voru ofta enda ofar en aðrir og meðal annars Þorri og það þyrfti að vera með öll nöfnin hjá mér, sko, Þorri og Kó. Þeir eru búin að standa sig gríðarlega vel. Ég held þeir hafi unnið 3 eða 4 af 5 leikjum í gær. Og fyrir ykkur heima sem viti ekki, þá erum við að fara að byrja fyrir helmingin næstu 3 tímana í solos. Það verður spilaði 5 leikir í solos og síðan verða spilaði 5 leikir í duos sem er eftir 3:30 cirka. 4:30 jafnvel. Þetta er svo langt, sko. Við erum ekki vanir að vera með svona löng streymi. Nei. Maður rétt þá var allavega búið að lofa mér að ég væri farin í þann svona 6-leiti. Þannig að við skulum bara vona að þetta sé ekki lengra en 6 tímar. Það tekur á að vera í 6 tíma að lýsa, sko. Já. Og eins og þið kannski heyri þá er röddin ekki 100% þegar við byrjum daginn. Þannig að hún verður í 0% þegar við klárum hennan æðislegan dag. Já, þú ert náttúrulega líka bara annan hver dag að lýsa, sko. Það fólk gleymir því. Já, það er bara partur af skemmtindunni. Það vera hérna venjulega þólið röddina þetta alveg, sko. Ég veit ekki hvað er í gangi núna, sko. Nei. Þurfum að finna eitthvað svona raddaæfingar og hita upp í hálfleik og eitthvað svona. Já, þurfum klálega að gera það. En ef ég sjáu hérna í mitt fyrir aftan okkur, þá við erum búin að setja hérna
leikinn, lobbyið í gang og nú fólk bara að tengjast þannig að það ekkert allt og langt í fyrsta leik og eins og við segjum, við viljum bara hafa þetta mjög þétt, það bara leikur eftir leik þannig að bara mjög mikið action í gangi. Eitthvað sem að þú ert svona spenntastu fyrir daginn? Já, ég þekki svo fátt af þessum nöfnum og svona, ég eiginlega pínu og vonast bara að sjá þegar einhver að vinna leikina að hann hoppi úr stólnum. Það ég sjá svona smá bara fagnaðarlæti hérna frammi eins og þú sért að skora mark í fótbolta eða eitthvað sko. Það þannig sko, ég tók alveg eftir því bara þegar að leikirnir að klárast þá bara öskur og það bara allir vinnindi mættir að horfa og hvetja og bara geggju stemmingina. Já, það eiginlega það sem ég mest spenntur fyrir og eins gott að verðið svoleiðis bara í allan dag en það vissulega verið að reyna að koma öllum þessum spilurum fyrir í þetta eina lobby okkar og getur tekið sér tíma líka, það svona að horfa yfir allan þennan hóp. Já. Ég sá að við við með einhverja 3-4 starfsmenn þarna frammi að reyna að raða þessu öllu upp. Jú, en sko, þetta verður náttúrulega alltaf öðuldara því að krakkarnir farnir að þekkja svona aðferðina sem maður tekur að koma sér inn í leikina. Það var aðeins flóknara þegar þetta var að byrja, svona nýrra, þannig að núna þetta bara farið að taka enga stund. Þetta bara í rauninni leikurinn, svo bara byrjar næsti leikur líka eftir 5 mínútur sko. Já, það frábært að heyra. Gott líka bara að allir orðnir pínu vanir þessu svona bara viðmóti og já, þú veist, það svo óþægilegt þegar þú ert yngri skilur og þú ert að trufla eitthvað og þú veist, síðan allt í einu komnir einhverju 2 í kringu það reyna að laga eitthvað hjá þér og allir að stara á þig. Það ekki gaman að lenda í svoleiði stuði. Nei. Það hundlegilegt. En já, vissulega, já, eins og þið sjáðu við erum með nokkra sponsora, meðal annars Corny Big sem að ég stór skuggi fyrir hérna í dag. Þrátt fyrir að vera Corny Big. Síðan eru við vissulega með ljósleðran tölvulista og síðan Reykjavík International Games. Ekki gleyma líka miðjunni já, og stóra miðjan sem ekki hægt að ekki spotta. Kids Cool Shop, nágrannar okkar hérna, Smáratorgi. Já, ég samt að fíla þessa Corny, ég búinn að vera hérna snastast í, það verið að gefa Corny fram með okkar, ég búinn að taka 1 og 1 svona, ég fari gegnum svona 2-3 í dag. Já, ég alveg til að kaupa bara svona pakka Corny, taka með í vinnuna, það mjög fínt, akkurat í kaffinu eða þá maður búinn að vera allt of mikið að og maður bara svona hoppar inn, fæ sér eitt Corny og kemur aftur fram. Já, síðan með tegundir sem ég vissi ekki eins og verið til og ég held að þetta sé bara gefins sko, þannig að þeir sem eru að horfa á okkar geta bara, það bara hjút svona kassar bara með endalist af þessu, þannig að ég myndi bara taka jafnvel 2 sko. Sykurlaust súkkulaði, ég man ekki eftir að ég var annarlega í þessu gula sko. Zero sko, já bananinn uppáhaldi hjá mörgum sko, það akkurat þar hjá mér líka sko. En ég man nú eftir að það nú alls konar til, en saltið karamell og eitthvað. Já. Það bara, við erum bara með allt fjallið, þú ert með þessa aðra típu hana hjá þér. Já. Big Milk, ég hef ekki smakað það. Big Milk? Ég hef smakað það. Það gott sko. Okay. Þetta búið að vera til nú frekar lengi. Já. Saltið karamellan og fudge brownie nú nýrra en það sko. Já. En við erum vonandi að fara í gang þegar við kíkjum hérna á bakvið okkur. Nokkur að heilsa okkur bara. Gott að sjá allir hressir. Komnir hérna að fylgjast með, við erum eins og við séum í dýragarði. Það verður að horfa á okkur hérna í gegnum hlið eða eitthvað. Já, þetta bara glerglað, bara gler eins og í dýragarði skilur við. Já, þetta gaman. Já. Hefurðu einhverja hugmynd hvað eru margir að keppa? Já, það voru sko 57 skráðir í lobbyinu, minnum mig, í solos. 57? Sem er bara mjög mikið, finnst mér. Fyrir svona íslensk mót. Fyrir svona íslensk mót það mjög mikið. Já, en ég var líka að tjekka, Arena hefur 106 tölvur sko. Já. Það pláss fyrir fleiri. Á komandi mótum sko. Já, það vissulega hægt að fylla bara eitt Fortnite-lobby hérna. Sem mér langar bara alveg á staðnum. Já, mér langar það rosa mikið. Ég held að það væri geðveikt. Það væri reynda snilt sko. Ég myndi alveg bara taka þátt í því, ekkert vera hér eitthvað að tala sko. Ég myndi mæta. Gera bara eitthvað, já. Það endalist þetta að gera sko. Og
Og já, lobbyin, þetta bara svona mjög mikið að gerast og bara skemmtilegt að sjá svona hvernig svona aftur og aftur sömu spilararnir að komast svona lengra og sýna svona hvernig þeir eru búin að vera að æfa sig að spila og alls konar nýtt svona hvað akkur þetta hlægir svona. Veistu, það eitthvað fyndið. Ég bara, við erum byrjað að bylla ágætlega mikið, við vorum að búast við það að hoppa bara beint í leik en við erum bara að skeppa okkur hér. Já, ég var nefnilega að fá að það væri einhver aðeins töf, sko. Já, eins og maður býst við. Já, sem við erum vanir svo sem. Já. En ætla við förum ekki bara, já, mér skilst það að séu nánast bara vera að bíða eftir bara einni tölvu að komast inn og þá eru við góðir, sko. Já, ein tölva í viðbót, við dýrkum það að sé þá alltaf, það alltaf ein að skemma allt. En það betra, þú veist, það leiðilegt að byrja leikinn og svo vantar eitt, sko. Já, það er ómögulegt, sko. Frekar bara bíða í þá 2-3 mínútur auka og koma öllum inn, það skemmtilegra. Já, algjörlega. Þú varst búinn að segja einhvern nöfn hana sem að eru ofalega, eru að sjá sömu nöfn og eru í deildinni líka eða? Sko, það eru einhverjir sem við höfum séð í deildinni og þar meðal Þorri sem ofalega hér. En samt það rosa mikið bara nýju. Ég myndi segja bara svona 90% nýtt sem líka spennandi fyrir deildina. Spurning hvort að einhverjir af þessum spilurum vilja kannski skrá sig í eins og það dúamót núna í febrúar ef ég ekki að rugla. Og ég meina, akkur ekki að koma og prófa spila með eldri eða öllum aldurshóp. Að þetta svona fyrir yngri. Já, þetta vissulega ungmennamótið, við erum pínu, 16 ára elstir en eins og við segjum, það samt fólk með okkur hérna sem úr deildinni, þannig að það klálega ung deild í gangi. Fortnite kannski ekki alveg eins og Counter-Strike það sem við erum að sjá bumbuboltadeildir og eitthvað slíkt. Nei. En það vissulega bara gaman og gott að sjá að þetta leikur sem að svona nær að grípa í þennan aldur meðan það vera að byrja að vanta svona fyrir bara íslensku sinna en ég að heyra einhver hljóð í leiknum, það spurning hvort við séum að detti í gang. Við erum komin inn í lobbyið þannig að við ætlum bara að fara að skipta yfir í leikinn og fara að lýsa hérna fyrsta leiknum. Já, hoppum yfir í leikinn snöggvast og færum okkur yfir í það að koma þessu af gang. Það rúta. Þetta ekki að rístarta?
Já, við erum mætt aftur hérna eftir smá tæknileg mistök hérna. Einhver að skýta á sig hérna inn í Ops-herbygginu, við segjum ekkert hver það var. En fyrsti leikurinn er búinn, við sem betur fyrir gátum séð hérna leikinn á staðnum. En þið heima, þið getur núna komið með okkur inn í leik 2 og ég er að segja, spennan var góð þarna frammi, sko. Já, algjörlega, við sáum ekki, sko, næstu tölvunar voru þannig að þeir vera dotnir út svona fyrir eitthvað snemma, þannig við þurftum að kíkja eins fram svona lengra að sjá hvað var í gangi, en við vissulega vildum vera tímalega hér aftur, þannig ég sá ekki hver vann svona loka úrslitin í síðasta leik, en við finnum út úr því seinna og við vonandi bara dettum inn í mjög góðan leik 2 hér hjá okkur, en það er alveg klárt 100%, við erum búin að fá 3 manneskjur til að tjekka hvort þetta sé ekki örugglega rétt og já, við ættum að fara að detta inn í leik nummer 2 bara innan skams. Já, síðan er bara það, þú veist,
þegar leikirnir eru komnir í gang, þá er bara næsti bara á 5 mínútna fresti. Þetta eru 5 leikir sem við erum að fara að spila núna back to back og síðan tökum við smá pásu, klukktíma pásu og svo spilum við aðra 5 í duos. Þannig að það er þétt dagskrá framöndan. Ég myndi bara, það er sunnudagur, þú veist, taktu poppið, sest, þú veist, sumir eru bara sittandi í sófa að horfa. Ég væri örugglega þar. Taka bara 6 klukkutíma frá. Setja bara airplane mode á símanum og koma það vel fyrir, sko. Já, sunnudagar hjá mér eru bara almennt það, ég er að spila einhverja töluleiki heima. Já. Þannig að af hverju ekki að vera að horfa einhverja töluleiki frekar. Nei, ándjóks. En ég vissulega reyndar horfi almennt á svona seinnipartinn á alls konar deildir sem eru úti að keppa, sko. Já. Þeir eru alltaf að keppa kvöldin, við erum hérna fyrri partinn. Þannig að þetta er fínt. Ég fer heim og horfi örugglega sjálfur á fleiri Já, þú ætlar bara vera hérna í töluleikunum og svo fara beint heim í töluleikuna. Já. Já, ég endi ekki líka bara að spila eitthvað í kvöld. Það er ofta svona sundags cozy chilli hjá mér, sko. Já, hljómar mjög vel. Annars veit ég reyndar að það er klassískt á Íslandi annarkvort að gera sér íslenska pönnukökur eða vöfflur eða eitthvað svona á sundum. Það er alltaf sundagskaffið hjá mörgum. Þannig ég vona margir séu kannski byrjaðir að kíkja á það en annars held ég að sé voða stutt í leikinn. Ég er að vonast til að þetta sé alltaf detta inn. Já. En við veitar reyndar að það er ekki mikið af vöfflum hérna frammi. Það er vonandi nóg að korni og eitthvað fyrir alla hana. Já, það er nóg. Ég er búinn að sjá það, sko. En já, síðan finnst mér líka svo gaman að sjá hvernig stemmingin er að spila á svona mótum í persónu vafins að vera bara heima. Það er allir að chilla þarna á milli leikja og vinir og hafa gaman og svona, þannig að ég bara mæli mig að skrá ykkur á fleiri svona móti ef þið eru að pæla í því. En ég var að fá í eyrað að næsti leikur er bara, hann má byrja hann bara. Já, þá bara störtu honum held ég. Já. Og reynum að koma okkur yfir í hann, sjáum hvort það sé ekki allt rétt í þetta skipti hjá okkur, þannig að við getum fylgst með og þið heima með okkur og fara yfir þann gríðarlega leik sem er að fara í gang. Þetta er svona allt að starta, þetta tekur allt sinn tíma þegar maður er að íta play á Fortnite, sko. Tekur sinn tíma, tölvuna þurfa að hugsa. Það er hægt að sjá bara enn að tölvuna fyrir aftan okkur. Jú, þeir eru konur inn í leik. Já. Þá ætlum við bara að skipta yfir í leikinn sjálfan og fara að lýsa. Hendum í það. Let's go. Já, við erum mættir inn í leikinn og við erum að koma okkur í það að sjá hvar allir eru. Allir að koma sér hérna inn á kortið og það er skemmtileg röð sem við sjáum hérna eftir battlebussinum. Fór yfir mikið af svona hægra sviðinu, þannig að kannski fáir sem að fara eitthvað langt frá en það eru mjög margir að lenda hérna saman út allt og hérna hljóða eitthvað það er Rina Gaming. Fyrsta fellan. Veltrygg var með svo undan. Nú, Veltryggs er búinn að vera, hann er að spila með Þorra. Kíkja á Þorra. 2 fellur viðbót, það eru allir að detta niður hérna bara strax í byrjun. Og hérna sjáum við Fluffy koma sér aftur í fullt health en mikið að skiptingum hérna að reyna að spotta hver er í stórum slag. Þetta er stór slurp bíl sem að getur sprengt fyrir gott health en Simon náði TNT Monster. Það er margir hérna hlið við hliði. Moon. Hann sér hann ekki. Hann er ósýnilegur Fluffy, sýnist mér. Þið eru með eitthvað svoleiðis? Þú getur kastað svona dóti í jörðina til að vera ósýnilegur.
lappar hann að vilja bara vera fram hjá honum. Hann sér ekki kliks. Hann bara að hlaupa í burtu frá öllum og það annar að fara að mæta honum hér. Það er að horfa fyrir fram að þig. Mikki Moon einhvernig nær honum niður eftir að hafa bara, verið hálf blindur allan þennan tíma. Ég skil ekki hvernig þetta endaði svona en vel spila hjá Mikki Moon. Kliks að fela sig inn í einhverju lillum kofa. FH Lambs. Nóg af FH mönnum hérna í þessum leik. Spurning hvort hann sjáu kliks eftir smá. Þetta er að fara svo hægt. Ætlar hann að vera bara í þessu. Þeir eru 3 hérna. Er Arena Fortnite að fara að gera árás á kliks? Kliks er að koma sér hérna niður í Arena Fortnite ákveður að fylgja. Hérna ætti að lenda saman. Kliks sýnir sig. Ekki nógu mörgum skotum hitt hjá eiginlega báðum einstaklingum en Arena Fortnite hefur betur og sleppur með þetta í shade og fellur hann á en náðum ekki alveg að komast yfir á hann en það er C3 Mystery. Líklegast liðsfélagar taka hann annan út. Hann er búinn að vera mjög sterkur Mystery á mótinu. Spilum mjög vel. Skoðum hvort það sé einhverju aðrir nálægt. Það er eitthvað bara það hér. Ninja. Ninja er bara að skjóta. Hefði kannski mátt bakka en fellur í staðinn. En Arena Fortnite 16 er strax kominn. Ætlar að sópa Símon í burtu sem var í bardaga, frekar lár. Nær að skjóta sér í burtu, hann þarf 1 skot. Hittir hann. Tekur hann í loftinu. Arena Fortnite náði með þess að fella hinn líka. Við sögum það á skorkortinu að Arena Fortnite er líka komið með 4 hérna. 4 fellur. 4 fellur. Arena Fortnite. Það er vissulega, Arena Fortnite, er þetta ekki lokal aðgangur? Þetta er bara aðgangur hjá sem að Arena hefur. Það er nú skemmtilegt en maður getur breytt nafninu. En þeir eru að spila alltaf saman, þannig að þeir heita alltaf 14 á þessu móti. En skemmtilega að vera kannski með nafni eins og við tölum Margir hérna. Þorri í bardaga, búinn að byggja sig eitthvað inn. Greinlega nýbúinn að fá felli, komið með eina. Þeir eru hérna 3 eða 4 saman staðar. Þeir eru 2 hérna. Svo við ekki eitthvað annað nafn en á nálægt? Jú, hann er farinn. Spurning, hver ætlar að byrja? Mér sýnist Kit Pro bara að vera að chilla einn í horninu inn á skrifstofunni sinni. Lil Bro var að detta út. Þorri er bara farinn. Við erum ekki að fara að sjá bardaga hérna. Og kíkjum við á vinina hérna. Hilmar 6-7 sem er búinn að vera sterkur líka á mótinu. Við höfum séð hann oft, hann hefur tekið leik. Berist hann með Sigurós sem er einnig búinn að ná oft mjög langt. Hilmar tekur fyrst skan og Sigurós svarar. Hilmar átti 22 eftir. Góður bardagi. Hilmar hefur aðeins betur og sleppur. Sigurós einmitt. Við erum ekki með margar stelpur á þessu móti en það er 2-3 ár og er búin að standa sig mjög vel. Spurning, Hilmar hefur engan tíma núna. Hann er hann að sílda sig upp. Spurning hvort að Arena 16 ætla að fara að keyra. Já. Hann leggur í hann. Fær hann það fyrsta skot í sig, 30. Hann hugsa hvort að hann eigi að halda áfram. En er felldur. Hilmar svarar þessu gríðarlega vel. Sá hann var á leiðinni og Arena Fortnite 16 ekki alveg nógu fljótur að ákveða sig hvað hann ætlaði að gera hana. En Hilmar búinn að gera virkilega vel til að halda sér inn í þessum leik. Þetta er Amelia sem er mitt liðsfélagi Sigurós.
gera árás á Crystal Disco. Crystal Disco næra komur sér í skjól, tekur hann á teleportið. Lætur sér bara hverfa. Getur spartaði henni á tveim og Mortis hendur pressunni, hittur. Þennan út bara fara. Við höfum séð marga missa rosalega mikið líf á því að nota þetta. Spurning hvort það sé þess virði alltaf. Crystal Disco virðist vera að falla. Eða hvað, heldur sér á lífi hérna aðeins lengur. Náðu góðu skoti. Og Emus í burtu. Eða hvað? Jú, það þarf að pása fara að taka þetta tilbaka. Já. Hann ætlar að hoppa beint inn í slaginn aftur. Hann hefði nú kannski mátt bíða í örskamma stund. En hann segir bara nei við því. Hérna nú ansi margir á saman stað, 4. Svett lætur sig hverfa. Og við höfum 3 hérna í viðbót. Veltrix að bíða í runna. Mystery lætur sig hverfa. Skotin í loftinu og tekinn! Veltrix, þvílík skot. Chilla bara í runnanum. Spurning hvort að Lambs ætlar að halda... Nei, Veltrix búinn að finna hann. Tekur hann. Virkilega vel spilað hjá Veltrix. Kom með 5 fellur. Hann vissulega að sækja á hverja skjótarnir innan til öryggis. Maður veit aldrei. Nei, maður getur klikkað á því að lappa inn í runna og það ykkur þar. Það er þreytt. Það er alveg rétt. Mortis. Það er hérna skaða frá einum uppi á fjallinu en Þorri kemur í bak. Þorri nú vanur að keyra. Mortis svona hugsa aðeins hvort hann eigi bara að yfirgefa svæðið, 2 einhvern veginn setja pressu á hann. Og Þorri að hugsa sig hvernig hann ætlar að keyra. Reynir hann að brjóta með leit af einum mann upp á fjallinu. Fer þá. Rétt sleppur hann að Mortis. Það voru ákveður að taka jetpackinn bara líka. Koma sér úr þessu svæði. Þeir Big Bro að lenda eiginlega á sama stað. Veistu hvort að Þorri hafi séð hann eða ekki? Sýnst ekki. Nei, en augljóst að Þorri er að leita af fleirum. Er Kristó búinn að finna Mikka Moon? Sér hann þarna. Mikki lætur sig hverfa. Mortis í róleitunum hérna. Maður sjá Þorri finna einhverja. Finnur Hjálmar að leiðin upp og er felldur. Ekki alveg besta leiðin að taka þetta zipline. Það er ekki hægt að byggja á leiðinni og verja sig þannig. FH strákan er að raða inn fellum núna fram og tilbaka. Mikki Moon er bara að koma til Þorra. Ég spurning hvort að Þorri finnur hann að Júar Svett er að fylgja honum. Þetta lítur nú ekki vel út fyrir Mikka, en hann næra einhvern veginn að fela sig bakvið steininn. Svett er ennþá vestan. Mikki reynir allra sitt besta en Svett í miður tekur hann út. 10 spilar eftir. Mortis er mjög lár.
Nær hann góðu skoti af Veltrix. Hann á ekki vegginn. Veltrix að leika sér að honum og teka hann út. Veltrix með einmitt 6 fellu líka. Gæti orðið skemmtilegt svona FH gegn C3 hérna í endan þrátt fyrir að vera solos. Þorri. Hann veit ekki að Kristó Disco. Kristó Disco er samt ekkert að sína sig en... Hann að spila fyrir stíginn sem maður fær fyrir að komast lengst. Það bara ákveðin strategía hjá honum sko. Við sjá hann. Hann spila alveg á endanum. Já. Var tæpur á hann að falla þannig að búinn að næla sér í fullt af stigum með því að halda sér smá á lífi. Hann svett, hann að elta Bob. Líka með 5 fellur, margir sem eru komnir með 5-6 fellur. Já, svett. Betri spilarinn þarna nær 7. fellunum sinni en er síðan strax skotinn. Ákveður að taka jetpackinu, þetta getur verið hættulegt. Það eru nóga spilarum hérna til að skjóta hann úr loftinu. Veltrix, ekki langt á því að ná honum hérna en nær ekki að klára þetta. Ákveður að fylgja hann samt ekki alla leið því hann veit af mögulega af Hilmari. Búinn að sjá hann spotta núna. Ætlar hann ekki að skjóta. Byrjar að skjóta, hitt hann einu sinni. Spurning þá hvort að Hilmar sé að fara í hennan bardaða niðri. Nei. Út fyrir það, þeir séu að fara að lenda saman hérna en hann þarf bara að koma sér inn í hringinn til að byrja með. Ég er samt með medkitið. Það er svett hérna bara fyrir ofan hann. Hann er vissulega með 2 medkit. Það er að taka jetpackinn inn. Fyrir að taka 5 í skaða núna sko. Hilmar þarf að drífa sig. Rétt kemst inn. Fyrir medkitið. Svett ætti líka að geta fyrir medkitið en er að skjóta á Þorra sem er í loftinu. Það er einhverjum skotum hana en ekki nóg. Nú er þetta einungis 7 eftir. Nú fáir eftir meðan við það að við erum ennþá með svona stóra hring. Veltrix. Þorri að skjóta á liðsfélagann sem Veltrix. Já, þetta var vont. Þorri hitta öllum skotunum sínum í dag. Og sjáum við svona aðeins hvernig þetta staðan er. 2 FH strákar, 2 C3, nei 3 C3 strákar ennþá eftir. Svett lætur hann að sjá sig. Kemur inn og er skotinn. Ætti að geta byrjað að byggja þarna samt. Spurning hvað Veltrix ætlar að gera. Hann er inn í hringnum þannig að hann raun og veru þarf ekkert að gera neitt. Ég er bara að leita að einhverjum fríum skotum hér. Spurning hvort hann skýtur á Þorra, nei. Og hver að vera bara að horfa yfir. Kitt prófa þarna inn í storminu, þarf að drífa sig. Hann er fallinn inn í storminum. Aðeins svo lengi að koma sér inn, þorði ekki að fara strax að stað. Hilmar í algjörum vandræðum hérna alveg í endanum við stormin. Getur ekkert farið tilbaka. Það er samt komin í ágætt stöðu núna. Hefur samt ekki alveg hringinn. Leifir mér ekki að smetla á Big Bro. Þannig. Spurning sko hvort að Veltrix sé að fara að halda spilurinn núna. Nei, hann leggur bara beint af stað. Reynir að vera fyrstur inn í hringinn. Sem er mögulega bara sniðuðara. Kristó Disco er ekkert rosa þælur hérna með 50 líf. Ég er samt búinn að ná að spila mjög vel. Kemur bara beint ofan á þá 2 hérna.
Þorri ákveður að byggja ekki neitt. Hann verður að byggja! Veltrix tekur hann hérna. Krista hefði nú getað byggt aðeins. Hilmar erfiðari stöðu hérna. Næði samt að koma sér inn í hringinn. 5 spilarar eftir. Þorri beint fyrir meðan hann byrjar að skjóta á hann. Hilmar ákveður að reyna að færa sig hérna lengra upp. Hefur bara 8 byggingarefni í viðbót. Hann þarf aðeins að hugsa hvort hann sé ekki bara að fara að keyra á einhvern og reyna að fá dótið hans. Þarf eiginlega bara að keyra á Þorra sem er beint fyrir neðan sig. Eða hvað hann heldur áfram að byggja henni í kringu sig. Big Bro. Já, alveg við endan. Reyna að fá það aðeins meira byggingarefni. Hann er samt mjög vel staddur þegar kemur að því. Kemur sér nær hérna bæði Þorra og Hilmari. Nú hringurinn er ansi smár, 8. hringur að fara af stað. Veltrix auðvitað kominn með svona yfirstöðu á alla einhvern veginn. Veltrix tekur Big Bro, Þorri tekur Hilmar. Veltrix tekur Svett, þá er bara 2. FH strákarnir að klára þennan leik. Þeir eru búin að standa sig gríðarlega vel í gegnum alla leikinn. Og já, vissulega var Svett þarna með þeim og C3 liðunum. En þetta er vissulega solos, þannig að nú er það liðsbardaginn. Já. Hvor er að fara að taka hérna sigurinn í öðrum leiknum í dag. Veltrix, hérna fyrir ofan, Þorri fyrir neðan. Spila þetta mjög örugglega. Þorri hefur 3 trampolíns, gæti gert einhver plays með því. Þetta skjóta niður, hann var kominn vissulega upp á næsta hól hér. Veltrix kominn núna frá beint fyrir ofan Þorra. Spurning hvort hann vilji hoppa niður á hann eða hvort hann ætlar að halda þessu hæggrandi hérna aðeins lengur. Þetta er á leiðinni yfir fjalli, getur verið mjög erfitt fyrir Þorra að komast upp. Þorri er í vesinu núna, hann hefur svona jetpacki og trampolín en Þorri tekur allt mikinn skada. Já, þarna er hann tekið niður. Veltrix. Já, FH bræðurnir enda hana í topp 2 stöðu en við hendum síðan bara í snöggar auglýsingar og hittum ykkur síðan aftur á borðinu áður við förum yfir í næsta leik. Já. Korni, vertu klár í slaginn. Korni Smoothie, 100% náttúruleg hráefni, án viðbætt sykurs og rotvarnarefna. Tilvalið í nestisboxið.